Góðan daginn, ég heiti Krista Björg Sunnudóttir og í dag ætla ég aðeins að segja frá geðhjúkrun. Ég ætla að fara aðeins yfir hvað markmiðin eru, sögu heilbrigðisþjónustunnar og fleira. En geðhjúkrun er eitt af því mikilvægasta sem við þurfum að hafa í heilbrigðisþjónustunni okkar og er það rosalega mikilvægt vegna þess að það eru rosalega margir sem glíma við alvarlega andleg veikindi eða geðröskun eins og við köllum það og ef ekkert er gripið inn í og fólk getur ekki leitast aðstoðar getur það haft alvarlega áhrif bæði á sjúklingana og fyrir fólki í kringum það. En markmið er að veita góða og örugga hjúkrun fyrir einstaklingar sem glíma við einhvers konar geðraskanir. Og það skiptir alls ekki máli hversu stórar eða smáar geðraskanir eru. Þetta er gert fyrir alla. Og það eru til rosalega margar tegundir geðraskana, meðal annars eins og kvíði, þunglyndi, geðrof, persónuleikaröskun og margt meira. En aðeins sögu geðheilbrigðisþjónustunnar á Íslandi. En hún hófst árið 1970 og var það Kleppsspítali sem hóf starfsemina. En eins og við kannski mörg vitum að þeim tíma þá voru fordómar rosalega miklir og gagnvart fólki með geðsjúkdómum og ég held að það hafi verið rosalega mikið vegna þess að fólk vissi ekki almennilega hvað það væri og af hverju fólk væri að glíma við þetta og auðvitað höfum við meira skilning á því í dag en því miður það eru ennþá alveg miklu fordómar gagnvart þessum sjúkdómum. Það eru rosalega mikið sem hefur áhrif á fordóma og getur valdið að það sé fordómar og það er meðal annars samfélagið okkar, hvernig við örumst upp og bara umhverfið og allt það sem gerist. Hjúkrunin fór fram á stofnunum og þetta var einu sinni bara hálfgerð svona gæsla eins og við getum kallað og það var meira bara svona gæsla og vaki yfir sjúklingunum en í dag þetta orðið meira svona hjúkrun, almenn bara svona umönnun einstaklinga og veitt mikið betri þjónusta. Nú verið að passa meira upp á vellíðan og hjálpa fólki að komast á góðan stað með heilsuna sína. En árið 1970 opnaði geðdeild fyrir börn og unglinga og hún er ennþá í gangi í dag og flestir þekkja það sem BUGL og er rosalega mikið notað og þetta er eitt af því sem við þurfum að geta haft í samfélaginu okkar. Í bókinni kemur fram svona saga hana Guðnýju Einarsdóttur en sagan hennar var hræðileg. Hún var ein af fyrstu vistmönnum og það var komið rosalega illa fram við hana í æsku og hún var bundin út í fjós með beljum og henni var skammtað mat og margt fleira og þarna getum við kannski séð og skilið meira kannski af hverju hún var lögð inn á svona stofnun. Og kemur okkur kannski ekki óvart og hún hafi glímt mikið við erfið veikindi og geðheilsan hafi ekki verið upp á sitt besta. En þarna sýnir að allt sem gerist í okkar lífi hefur áhrif á geðheilsuna okkar og er eitt af því mikilvæga að við getum einhvern veginn að stjórna því en við getum það ekki, þessum umhverfi okkar og álíka.
En geðhelsa, þegar við tölum góða geðhelsu getum við verið að tala að það tengist eða við tengjum það við einstaklinga sem geta verið í góðu tilfinningarlegu jafnvægi og einnig andlegu jafnvægi. Svo þegar við komumst á þann stað í lífinu að við getum haft svona gott jafnvægi á andlegu heilsun okkar, þá getum við tekist meira á við okkar vandamál. Við eigum auðveldara með það heldur en einstaklingar sem hafa ekki þetta jafnvægi. Og þá er að tala hvort sem það er eitthvað tengt fjölskyldu eða áföllum, vinnu eða svo meira sem við getum nefnt. En við erum bara manneskjur og við getum öll átt okkar slæmu daga þótt að við séum kannski ekki með einhver geðröskun og sem er bara eðlilegt og tilfinningar okkar eru miklar og við ráðum til dæmis ekki alltaf við þess. En þetta er nokkra punktar sem getur valdið miklu álagi og og meðal annars er til dæmis að vera einstæðu foreldri, kvíði, vanlíðan, þreyta, mikið álag, hvort sem það er tengt fjölskyldulífinu eða vinnu eða fleirum. Geðheilsan eða geðheilbrigði skiptir rosalega miklu máli og það skiptir líka máli hvernig við tjáum okkur þetta. Þetta er mál sem er rosalega viðkvæmt og þannig að við þurfum að geta orðað það vel þannig að fólk taki því vel líka. Og það eru rosalega margir sem eru ekki tilbúnir til að ræða hlutina og ræða tilfinningarnar sínar sem er líka bara mjög eðlilegt. Og þess vegna skiptir það svo miklu máli hvernig við tölum þessu hluti. Og við getum tekið til dæmi til dæmis ef einhver læknir segir að hann sé geðsjúkur, þá segjum bara ef einhver myndi tala um mig og segja að ég sé geðsjúk, mér myndi líða rosalega illa og þetta er bara rosalega neikvætt. En læknir hefði meðal annars geta sagt bara fyrirgefðu, þú ert að glíma við þessa geðröskun og það er maður bara svona, ok, maður myndi taka betur. Ásaki. Þannig að eins og þegar kemur á því að vera fagaðili í heilbrigðiskerfinu okkar, þá skiptir samskipti miklu máli og hvernig við orðum hlutina. En svo komu þetta margar kenningar og kenningarnar eru meðal annars læknisfræðileg kenning. Þetta er kenning sem tengist öllu þessu sem er líffræðileg ferli sem gerist í líkamanum okkar. Svo kemur félagsleg kenning og þarna er verið að beina á félagslega færni okkar. Bata hugmyndafræði, þá er verið að meina að skapa betri lífsgæði hjá fólki og einnig að við getum viðhaldið í vonin okkar. Kenning sálgreinarinnar, hvernig hugurinn hefur áhrif á hegðun, hugsun, veljan og einnig viðhorf. Áfallakenning, og þarna er verið að tala hvað áföll geta haft mikil áhrif á geðheilsu vandan okkar og geðheilbrigði. Tilvistarkenning, áhersla er lögð á reynslu einstaklings og svo kemur samskiptakenning. Tengslakenning tengt öllum samskiptum,
hvort sem það er á milli fjölskyldu, vina, fagaðila eða annað. Það sem mér fannst kannski áhugaverðast er áfallakenning. Áfall er eitthvað sem við flest munum upplifa á ævinni og er eitthvað sem er rosalega erfitt og erfitt að glíma við. Og við göngum öll í gegnum þetta á lífsleiðinni. En það er misjafnt hversu erfið áföllin eru, hversu slæm, hversu mikil áhrif það hafa á okkur. Og við upplifum þau aldrei eins. Þótt að segjum bara ég lendi í bílsleysi og vinkonu mín líka. Ég lendi kannski meiri áfallastreituröskun en hún gera það ekki. Þarna upplifi ég bara bílsleysi sem mikið verið hlut heldur hún gerir. Meðferðarsamband. En það byggist rosalega mikið upp á svo kallar samskiptahætti og það er mikilvægt að hún sé góð. Með góðu samskipti við sjúklinga getum við myndað tengsl sem gerir það verkum að sjúklingurinn treystir okkur og einnig að við hlustum og tökum mark á því sem það segir. Áhugahvetjandi samtalslækning. Þetta er tækni sem er mikið einstaklingsmiðuð og er notuð til að aðstoða einstaklinga í rétta átt að hegðunarbreytingum. Í staðinn, þá erum við að vera að ýta þeim aðeins áfram en við erum ekki að segja hvað þau að gera. Þannig að við erum ekki við erum ekki að ýta. Þetta er, við reynum helst ekki að ýta eða stýra hvað þau að gera þannig að þau taka svo meira sína eigin ákvarðanir. Forvarnir. Forvarnir eru skipti í svo kallað 3 stig og stig 1 er fyrirbyggjandi og þá er verið að reyna að koma í veg fyrir geðraskanir og til dæmis er hægt að gera það með fræðslum sem er mjög gott og þetta er til dæmis eitt af því sem ég finnst að ætti að vera til dæmis í grunnskólum og framhaldsskólum mikið. Mér finnst líka bara að það ætti kannski líka að vera námskeið sérstök geðheilsu. Annars stig, það gerist þegar vandamálin eru komin upp og þá er verið að tala meðferð fyrir einstaklinga en sjúkrahúsi til dæmis. Og þarna eru fagaðilar komnir inn. 3. stig, fyrirbyggja fráhvörf. Þá getur þetta verið til dæmis stuttar innlagnir á spítala eða svo kallað hlutvistun, endurhæfing og þá er meðal annars eins og virk. Einn er hægt að fara á göngudeild geðdeildar, Reykjalund og fleira. Svo er það geðorðin 10 og þau eru gerð til þess að reyna að hjálpa og viðhalda góðri heilsu og líða í lífinu hjá öllum einstaklingum og einnig til að auka sjálfstraust. Það sem stendur kannski mest upp fyrir mér er 8 og það er gefstu ekki upp, velgengni í lífinu er langhlaup og þetta er eitt af því sem ég held að sé alveg satt. Við eigum, við þurfum alltaf að halda í vorana. Við megum ekki gefast upp að því að þótt að við lendum í einhverju slæmu eða erfiðu tímabili þá komumst yfir það og það verður betra. Mat á andlega ástandi. Andlegt ástand getur haft mikil áhrif á líkamann og það koma upp oft mikil líkamleg einkenni sem er kannski ekki alltaf fylgst nú vel með eða tekið það alvarlega. Sem er meðal annars eins og blóðþrýstingur,
blóðþrýstingur getur hækkað, öndunin okkar breytist, hjartsláttartíðnin okkar verður óregluleg til dæmis, og við getum tekið sem dæmi til dæmis þegar einstaklingur fyrir kvíðakast, þá breytist öndunin. Þú nærð ekki að anda jafn djúpt og þetta verður bara svona stuttir og hraðir andardrættir. En svo fleiri einkenni eru meðal annars eins og svefnleysi, ofsaköst, hraðari púls og fleira. Það sem ég fannst kannski mest áhugavert í þessum kafla var að geðheilbrigði er svo stórt orð. Maður kannski pælir ekkert nógu mikið í því og við pælum kannski ekkert mikið í geðheilbrigði yfir höfuð. En þetta er svo stórt orð og þetta er svo mikið sem þarf að íhuga og skoða og bara hvað er mikilvægt að við metum að hafa gott heilbrigði og að við reynum að gera okkar besta til að halda því. Og líka bara hvað geðhjúkrun er rosalega mikilvæg og hún er svo mikilvæg samfélaginu okkar og hún er svo rosalega stór partur af heilbrigðiskerfinu okkar. En auðvitað er alltaf eitthvað sem má betubæta og eitthvað sem vantar, en ég get ekki séð hvernig samfélagi okkar myndi ganga upp ef við myndum ekki hafa geðheilbrigðisþjónustu hjá okkur. En takk fyrir.